Velkomin á stafrænt vinnusvæði Hafnaseturs ferðaþjónustunnar. Í dag ætla ég að sýna ykkur inn í svæðið okkar, hvernig þið komist inn og hvernig svona helsta virkni á svæðinu. Umhverfið bæði í boði á íslensku og ensku og þið getið skipt hérna á milli flipa eftir því hvaða tungumál ykkur hentar. Nú þið byrjið að skrá ykkur inn með netfangi, ýtið hérna áfram og í kjölfarið á því þá fáið þið tölvupóst sendan með hlekk sem að gera ykkur kleift að opna svæðið sjálft og hefja vinnuna inn í því. Hér þið komin inn á stafræna vinnslusvæðið og þetta vinnslusvæði annars vegar í boði á íslensku og hins vegar á ensku og þið getið skipt tungumál hér, einfalt og þægilegt. Ég ætla bara svona hratt að fara yfir helstu aðgerðir sem hægt að framkoma inn á vinnusvæðinu en fljótlegast að fara hérna í stafræn sniðmát, ýta hér á örina og búa til nýtt sniðmát. Inni á vinnslusvæðinu fjöldi af sniðmátum, annars vegar á íslensku og hins vegar á ensku og ég ætla að velja hérna besta kompanið starfsmannahandbók en fyrir þá sem vilja byggja upp sitt efni alveg frá grunni og án þess að vera með sniðmát til hliðsjónar, þá geta þær valið hérna tómt sniðmát og bara búið til sitt efni algjörlega frá grunni. En ég ætla að styðjast við sniðmát sem að hjálpar okkur að gera starfsmannahandbók og þá veljum við hérna áfram og skrifum hérna starfsmannabók og ég ætla að velja flokkin. Það er hægt að velja flokka eins og hvort þetta sé stefna eða hvort þetta sé starfsmannahandbók, bara upp á ef þið eru komið með mikið magn af efni þá er gott að geta leita eftir flokkum. Nú ég get haft mynd á handbókinni minni og ég ætla að velja hana Betty hérna og Hönnukötu, þær eru flottar sem fyrirmyndir inn á þessu. Myndirnar geta verið PNG, JPEG og GIF og verið alltaf 16 megabæta stærð. Nú stofna ég handbókina og þá sjáum við að kaflarnir sem við vorum í hérna áðan eru komnir hérna til hliðar. Ég get alltaf breytt heitinu á starfsmannahandbókinni eða myndinni eins og ég vil með blýantinum hér. Þetta eru kaflar sem þegar búið að koma með tillögur að texta fyrir þegar gerðar eru starfsmannahandbækur. Það er hægt að bæta við köflum og þá myndum við fara hérna á plúsin og ég ætla að búa til nýjan kafla sem að ég ætla að kalla persónuverndarstefnu og ég ætla að stofna hann hérna og þá kemur hann hérna neðst og ég get síðan bara valið hvar ég vil hafa kaflan. Ég ætla að færa hann og ég ætla að hafa hann hérna undir stefnu fyrirtækisins, þannig ég set hann hér. Allir kaflarnir eru með svona 3 punkta hérna fyrir aftan og með því að ýta á punktana þá getið ég annars vegar farið að breyta heitunum á kaflanum og svo getið ég líka eytt þeim eftir bara hvað þarf og tala ekki ef það eru kaflar sem að þið teljið að ég ekki erindi í ykkar sniðmát, þá bara eyðið þeim út. Segjum að þið vilja ekki vera með siðreglur, þá er það bara eitthvað sem er á ykkar valdi að taka út. Nú ég ætla að setja hérna bara eitthvað smá texta og þessi texti hérna, hann er í headingu 1. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ritillinn inn á svæðinu virkar og hérna er ég komin inn í kaflan verslunarfyrirtækið og hérna sjáum við dæmi mismunandi stærðir á fyrirsögnum og mismunandi liti. Þetta er allt svona möguleikar sem að þið getið leikið ykkur með. Ef við byrjum bara varðandi fyrirsögnina, þá erum við með headingu 1 og alveg niður í 6 og síðan bjóðum við upp á bara hefðbundið texta, þannig að þetta getið þið skipt og aðlaga þetta að ykkar þörfum. Og ef þið ætla að gera breyting á litnum þá erum við með litina hér og þið getið annars vegar sett inn RGB númerin, svo getið líka sett inn hex númerin eða valið
bara hvaða liti, þetta bara eins og hefðbundinn ritill virkar hvað varðar val á litum. Nú það hægt að velja að stafirnir séu bold, það hægt að velja séu italic, underscored og yfirskor og síðan hægt að vera, ef maður þarf að draga fram eitthvað texta þá hægt að highlighta hann hér sem dæmi. Mér finnst þetta mjög þægilegt þegar ég sérstaklega er að vinna með öðrum í starfsmannahandtökum. Þá getur verið sniðugt að lýsa upp texta sem að maður vill fá endurgjöf með eitthvað frá öðrum. Nú það hægt að setja hlekki á orð. Setjum við bara hérna MBL á Noreg. Það hægt að lesa eitthvað meira Noreg þar. En þetta náttúrulega mjög sniðugt ef maður að vísa í annað efni eða lög eða eitthvað slíkt sem að þar sem að fólki þarf að geta leita sér frekari upplýsinga það sem stendur inn í starfsmannahandbókinni. Nú það hægt að stýra línuröðun, hvort hún sé vinstri, miðju eða hægri eða jafnsett. Það hægt að setja bold, það hægt að setja númer og svo hægt að setja inn kóða ef þið þurfið að koma slíku inn. En það sem ég ætlaði kannski að sýna ykkur fyrst og fremst hér myndirnar. Það sem hægt að setja inn í öllum köflunum myndir og það má setja miklu fleiri en eina og miklu fleiri en tvær. Það bara undir ykkur komu hvað þið vilja hafa margar myndir og margir sem eru til dæmis að nýta þetta í tengslu við verkferla líka, þeir hafa verið duglegir að velja myndir sem að styðja þá vel við textan. Myndin kom alveg risastór inn hjá mér og ég bara vel hana og svo bara dreg ég hana saman og þangað til hún komin þá stærð sem að ég vill að hún sé í. Síðan ætla ég að kenna ykkur eitt mjög þægilegt sem að er gott að vita á þegar maður vinnur í þessu umhverfi. Í fyrsta lagi, það alltaf allt sem að maður er að vinna, það vistast sjálfkrafa. Það þurfi ekki vera að huga því að vista. En segjum svo að þið gera einhver mistök og þurfið að bakka, þá hérna örvar sem gera það að þið getið valið og þá getur maður bara bakkað sig þangað sem maður vill vera. En þetta mjög þægilegt og einfalt og eins og ég sjáu hérna eru svona bara hefðbundnar aðgerðir. Það sem ég ætla að sýna ykkur kannski sérstaklega það eru töflurnar og í kaflanum hérna vinnutíma þá þetta til dæmis dæmi töflur sem að við settum inn í sniðmátið. Það með töflurnar eins og myndirnar og rauninni allt annað. Það engin takmörk á því hverju má bæta inn. Þannig að nú setja ég töflu inn, hún með 3 dálkum. Ég vill bæta við dálk, þá gerði ég hér, eða ég vill fækka þeim. Ég get bætt við línum fyrir ofan og fyrir neðan, bara eins og mér sýnist. Og svo get ég líka stýrt í hvað sé highlightað, þannig að með háinu hérna. Og ef ég þarf að mergea 2, þá get ég gert það hér. Sjáu þið. Þannig að þetta bara mjög einfalt og rauninni bara virkar eins og einmitt í hefðbundnum ritlum hvort sem í Word eða einhverju annarri lausn. Þannig að þetta auðvelt að nota þetta. Það sem ég ætlaði að sýna ykkur næst, það að það hægt að búa til yfir- og undirkafla. Og ég ætla núna að gera stefnur fyrirtækis. Ég ætla að ákveða að það sé yfirkafli. Og til þess að gera yfirkafla þá breyti ég headinginni í headingu 1. Og þá gerist það sjálfkrafa þegar ég er búin að gefa handbókinu út að persónuverndarstefnan sem ég bjó til áðan, hún verður að undirkafla við stefnum fyrirtækja. Og ég sýni ykkur þetta þegar ég er búin að sækja útgáfuna af því að þá getið þið séð hvernig þetta birtist endanlega. Það eru ýmsar leiðir til þess að klára frágang á handbókum. Þið getið hlaðið niður sem PDF og þá myndið þið bara eita á þennan hnapp hérna. Þið getið byrt sniðmátið og nú ætlum ég að byrta þetta sniðmát og þá sjáið þið að það kemur hérna slóð og þessa slóð má síðan bara nota í rauninni hvar sem til birtingarna sem ykkur hentar.
Þið getið iframe þetta inn á innra svæði, þið getið verið með þetta inn í Slack, þið getið rauninni bara deilt slóða í tölvupósti, bara hvað sem ykkur hentar. Þið bara ýtið hérna þessar kópuran og svo getið þá bara farið hérna í nýjan glugga og sótt og nú sjáið þið stefnurnar sem ég var að búa til áðan, þær eru hér og persónuverndarstefnan svo komin hérna undir. Þannig að þá það tilbúið. Það sem ég ætla að sýna ykkur næst, það að þegar maður búinn að birta þetta svona og maður vill gera breytingar, þá það mjög einfalt mál. Í fyrsta lagi hægt, ef þið viljið fá einhvern til að lesa yfir eða einhver ætlar að vinna handbókina með ykkur, þá getið þið bætt við notanda. Og það gerið þið hér. Það verður gott að hleypa öðrum samstarfsfólki eða ráðgjöfum inni á sniðmátið ef að þið viljið til dæmis fá yfirlestur eða einhverju þurfa að koma innlegg inn í einhver ákveðna kafla og þá myndið þið bæta við notanda inn hér og skrá bara netfangið og bæta við. Þið verðið að hafa eitt í huga að þeim sem þið að bæta við, þeir þurfa þegar að vera notendur inn á vinnusvæðinu. Þannig að þeir þurfa að stofna sér notendaaðgang, leiður komnir með hann, þá getið þið bætt þeim við. Þannig að ég bæti hérna við Sólveigu og hún getur þá komið inn og gert breytingar og aðlaga það sem að þarf. Síðan ætla ég núna að sýna ykkur bara svona að lokum að þið getið farið hérna í öll mín sniðmát og nú komin hérna starfsmannahandbókin L og hérna kennslumyndband sem ég var búin að gera áður og hérna getið svo farið ef ég ætla að heimsækja þetta aftur viku seinna eða nokkur dögum síðar og opnað og þá get ég haldið áfram að vinna með kaflana. Ég vona að þetta hafi verið gagnlegt. Nánari upplýsingar innra svæðið á hæfni.is. Takk fyrir.